Já, Þorvaldur, nú hafa sæðingar hrossa verið svolítið milli tannana á fólki, núna sérstaklega í vor, bara svona varðandi fjölbreytileika og svo leiðis hjá kyninu og svo núna þessi nýjung að útflutningur á frosnu sæði, þar sem að erlendi ræktendur geta farið að nýta sér hérna íslenska stóðhesta. Þetta náttúrulega nýtt og svona fylgir þessu ákveðin óvissa. Hvaða skoðun hefur þú á þessum málum? Við höfum rætt þetta í vetur og núna bara daginn í fagráði og eins og staðan með þessi mál bara almennt að þá í fyrsta lagi náttúrulega það Matvælastofnun sem gefur út leyfi fyrir sæðingastöðvar og svo ef þú vilt flytja út sæði að þá þarftu leyfi og uppfylla kröfur Matvælastofnunar um það en sérstaklega fá leyfi þá ef þú flytja út til Evrópusambandslanda að þá þarftu að fá uppfylla kröfur og fá leyfi Evrópusambandsins til að flytja sæðið inn í þau lönd þannig að það í rauninni og útflutningur á sæði ekki bannaður samkvæmt íslenskum lögum, ekkert frekar en útflutningur á kynbóta gripum. Þannig að það staðan eins og þetta í dag og svo svona aðra hliðar á þessu máli þar sem snýr að fagráði í rauninni erfðabreytileiki stofnsins, hvað áhrif það hefur á erfðabreytileika og einnig hefur fagráð aðkoma að reglugerð sæðingar og það ágætt að koma fram að það til reglugerð sæðingar þar sem gerð krafa að það megi ekki nota hesti í sæðingum sem eru spattaðir eða eru með eitthvað arfgenga sjúkdóma eða eru uppfylla ekki kröfur eistna heilbrigði eins og gerð á kynbótasýningum. Þannig að það hefur kannski ekki reynt á þetta eins og ég segi, leyfið gefið út af Matvælastofnun en það eru ákveðnar kröfur í reglugerðinni stóðhesta sem hafa kannski ekki reynt á vegna þess að þessi hestar sem hafa verið notaðir í sæðingum undanfarin ári eru allt bara fyrstulega hestar sem eru bara búin að sýna og komnir í gegnum kerfið og eru bara í lagi. En ef það á að nota ósýnda hesta og svo framvegis þá þarf náttúrulega að hafa þetta í huga að það þarf þá að skoða það og taka myndir af hæklum og svo framvegis að það ekki leyfilegt að nota hvaða hest sem í sæðingum. Svo sá ég líka pælingar með fósturvísarflutninga. Við erum að það í rauninni ekki óstjórn á þessum málum hvað varðar fósturvísarflutninga því að þeir hafa, þetta einhverjir tugir hristna ári sem eru í fósturvísarflutningum og ég man ekki hvort þetta náði 20 fólalöndum okkur síðasta ári sem urðu til gegnum fósturvísarflutninga, þannig að þetta ekki í mjög miklu mæli. Og svo alveg bara reglur það bara á vegum 5 til dæmis að það má bara að hver hrissa má bara eignast 3 fólalda hverju ári, 2 gegnum fósturvísarflutninga og svo 1 sem hann þá gengur með sjálf. Þannig að það má ekki skrá í völdfeng fleiri 3 afkvæmi undir hverju hrissa hverju ári, þannig að það í ákveðnum farvegi og eru reglur kringum það. Svo sem kannski snýr að fagráði það að yfirfara reglugerðina núna á næstunni og setja inn þar viðmiðum sæðisgæði, til dæmis lágmarks sæðisgæði sem hestarnir þurfa að uppfylla og eru alltaf með inn í því í sumar að það þarf kannski að fara svolítið gagnarsöfnun kringum það. Og svo erum við búin að ákveða að starta verkefni sem snýr að áhrifum sæðinga á erfðabreytileikann. Og það eins og við höfum rætt í vetur og fundaferð og rættum sem ég rætti því líka daginn að það er sem sagt að við þurfum alltaf að því við erum lokar erfðahrópur í Íslandi, það bara útflutningur erfðaefni en ekki innflutningur, að þá þurfum við að vernda erfðabreytileika hér. Og ennþá eru sæðingar ekki farin að hafa þau áhrif að við erum að það eru alltaf færri og færri hestar sem eignast fleiri og fleiri afkvæmi. Staðan bara svo búin að vera undanfarin ár að það eru tiltölulega fáir hestar á Íslandi sem eignast mjög mörg afkvæmi. Ef við tökum bara hestar sem eignast 50 og fleiri afkvæmi ári að þá eru þeir bara síðan 10 árum svona bilinu 4 til 8. Þetta eru bara, ef við tökum hestar sem eignast 30 og fleiri þá eru þeir á bilinu kringum 20-25 sem sagt. Þannig að það ekki stór hópur með við að við erum að nota í heildina kringum og rúmlega 1000 hesta ári að þá eru langflestir af þeim að eignast bara 1 til 5 afkvæmi Þannig að almennt og sérstaklega með sæðingar í huga þá þurfum við að passa okkur að dreifa bara notkun og stóðustu meira
til að vernda breytileikann og líka þannig við fáum bara reynslu á nógu marga hesta til framtíðar að við missum ekki af upplýsingum hesta sem gætu orðið verðmætir afkvæmhestar af því þeir fá aldrei séns þannig að það er eitt í þessu og svo þurfum við svolítið að sjá þannig að sæðingarnir geta sko auðvitað leitt til þess að við göngum í hratt erfðabreytileikann og það er það sem við þurfum að passa og það er einmitt það sem við þurfum að skoða svolítið hvernig erum við komið eitthvað hættustig með það. Við höfum náttúrulega gengið á erfðabreytileikann töluvert á síðastliðnum árum þó er hann búinn að vera í nokkru jafnvægi síðastliðin 10 ár og þar kemur inn að fólk er almennt að forðast sildarækt, maður sér það svona almennt sem er góð sviti en svo kemur þetta að sko til dæmis frysting á sæði sko að það sá möguleiki gæti aukið við möguleikana á að nota hvern hest svolítið meira heldur en bara með fersku sæði þannig að ef við náum til dæmis að tvöfalda notkun á hesti að negnast ekki bara 1000 afkvæmi yfir ævina heldur kannski 2000 gegnum frysting á sæði að þá kallar það kannski á eitthvað viðmið í þessu hjá okkur og það eru hestakyn í heiminu sem erum í vandræðum með erfðabreytileika eða eru með frekar litla virka stoppstærð til dæmis þau hestakyn eru með viðmið hvað má nota hvern hest á ári eða yfir ævina þannig að það er eitthvað sem við þurfum einfaldlega að skoða hvort að það sé nauðsynlegt fyrir okkur að setja eitthvað hámark á það hvað megi nota hvern hest þetta er eitthvað sem við þurfum að bara skoða þannig að við erum mjög meðvituð í færað þessi mál auðvitað og erum búin að ræða þetta endurtekið í vetur og það er þetta er rauninni tvennt sem snýr að færöðu það er svona áhrifin erfðabreytileikann og svo bara almenn viðmið þá hesta sem eru má nota í sæðingum sem geta líka þá orðið svolítið viðmið bara hvaða hest er æskilt að nota sko, ég meina það er náttúrulega hvað var það frjósemi og heilbrigði til dæmis þannig að svo og þetta er það sem við erum að vinna í á næstunni í fagráði en áfram er náttúrulega leiðbeiningin sú eins og ég nefndi áðan að passa okkur á því að notkun stóðast að verði ekki á einsleit og alltaf einsleit og einsleitari sem er náttúrulega aukin hætta á í gegnum sæðingar svo hvað varðar sko útflutning á sæði og þá erum við kannski þá er náttúrulega komin út í svona bara áhrif á markað fyrir hross á Íslandi markað fyrir kynbótagripi, markað fyrir efnileg trippi, velættu trippi og svo framvegis og markaðsmálin eru ekki á könnu fagráðs, þau eru á könnu félags hrossabænda eða hrossadeildar Bændasamtaka Íslands þannig að það er líklega að gera náttúrulega ræða þessi mál við sína félagsmenn og ég vil gera úttekt á því bara hver eru hugsanlega áhrif af útflutningasæði á bara markað fyrir hross hér að heima þannig að og það kemur náttúrulega í ljós líka bara hvað þetta verður mikið notað hvað þetta verður væntanlega svolítið dýrt að kaupa eða bara Evrópubúi að kaupa sæði hérðan að þá verður þetta ekki ódýrt og þannig að það verður það er svolítið komið ljós hvað þetta verður mikið notað en svona þessi markaðslegu áhrif það er eitthvað sem félag hrossabænda þyrfti svolítið að taka upp og ræða og ég vil gera eitthvað úttekt á eins og ég segi ef við tökum ræktun íslenska hestis bara svona heimsvísu að þá vitum við það að við stöndum mjög vel hérna á Íslandi og við erum svona cirka kannski kynslóð undan öðrum fæflöndum með erfðaframfarir þannig að við eins og staðinn í dag berum höfuð og herðar yfir aðrar fæfþjóðir hvað erfðaframfarir varðar og það sem þarf svolítið að gera er að spýta í og bæta ræktun erlendis þannig að hún verði markvissari og mörgum tilfellum metnaðarfyllri og þar getur náttúrulega útflutningar á erfðaefni náttúrulega haft jákvæð áhrif, ekki síst kannski í löndum eða flutt út fryst sæði til landar sem eru svolítið á jaðrinum eins og bara Kanada eða Finnland eða talan ekki Nýja-Sjálandi, Ástralía eða eitthvað svona sem eru bara mjög fáir nothæfir kannski eða góði stóðastar í boði þannig að þetta er ekki allt saman neikvætt náttúrulega við útflutningu á sæði og gæti haft jákvæð áhrif á ræktun erlendis og þannig að
og það hefur bara sko jákvæð áhrif á okkur, sko, við þurfum líka átt okkur hvað viljum við, sko. Ef við segjum að íslenski hesturinn kannski 0,5% af hestakynjum heimsins, hvað fjölda varðar, við ætlum að sækja fram og breiða kynið út enn frekar til fleiri þáttakenda í löndum heimsins. Og þá þurfum við náttúrulega, og hvað besta leið til þess? Það að bæta ræktun erlendis, bæta ræktun allstaðar sem sagt. Þannig að það meiri líkur til þess að ef þú ert Austur-Þjóðverji eða Finni eða búsettur einhvers staðar, að það meiri líkur til þess að viljir eignast íslenskan hest ef þú kynnist góðum hesti. Þannig að það náttúrulega klárt mála við auðvitað mikið kappsmál hjá okkur að bæta og sækja fram með ræktun í Íslandi. En við þurfum að sækja fram með ræktun í íslenska hesti sem allan heim til þess að og það mun hjálpa okkur öllum sem sagt og það að vera bara markmið. Svo eitt í þessu sem aðeins svona tengt þessu, það til dæmis það náttúrulega útlendingar sem eiga hryssur í Íslandi og í ræktun og spurningi hvaða áhrif útlendingarsæði hefur á þann hóp fólks sem sagt. Og það auðvitað hluti af ástæðinu fyrir því fólk með hrossa í ræktun í Íslandi aðgengist og góðum stóðustum. En það líka að það miklu ódýrara að rækta hross á Íslandi. Það miklu ódýrara að alað upp, miklu betra að alað upp heldur en mjög víða í Evrópu. Þannig að það ein ástæða fyrir því að útlendingar sæki að vera með sína ræktunarhross á Íslandi. Það umhverfið á Íslandi og hvað það bara ódýrara að ala upp hross á Íslandi. Og þar mjög stórt mál sem við getum líka sótt fram með, sem kannski náttúrulega bara hefur til margra ára mjög stórt hagsmunamál fyrir okkur. Að það að ráða bauga á sumarexemi, að geta bólusett hross héðan. Og það eitt af þeim málum sem félag hrossabænda og fagráð á að sækja fram með í samstarfi ríkið en frekar að setja bara miklu meiri peninga, fjármagn í þetta verkefni heldur en verið gert undan ár. Að því þetta verkefni hefur sótt fram og þau alltaf nærði að þróa þetta bóluefni. Þannig að það þarf að sækja fram með það og klára það sem fyrst. Og þá til dæmis, þá verður ennþá áhugaverðara fyrir ræktendur erlenda að vera með sínar hryssur hér á Íslandi, ala hérna upp, láta temja það kannski og flytja þetta út svo seinna meir sem fullbúin reiðhross eða kjemshross. Þá verður hægt að sækja bara ennþá meira fram með það til dæmis. Þannig að það þetta sumarexmál sem stórt hagsmunamál fyrir okkur og við þurfum að taka höndur saman um að spýta alvöru í þar á næsta árum. Þakka kærlega fyrir, bara virkilega áhugavert og bara, já, takk. Takk hérlega.